Nú eru þau konir í kannski ennþá meira alvöru heldur en í fyrra, nú konum upp í Orlustildina á ný. Já, hvernig svona fer þetta af stað hjá okkur? Jó, bara klárt sem þú segir. Við erum komnar í deildina sem við vildum spila í. Það er engin spurning á móti bestu liðunum. Undirbúningstímabilið hefur verið svona bara, þú veist, eins og kannski oft verður að þetta er svona aðeins meiðsli og einhverjir eru að koma tilbaka eftir að hafa verið aðgerð í vor og svona en svona undanfarna kannski 10 daga, 2 vikur að þá erum við búin að taka góð skref og við verðum bara klárar þegar við mætum Ásvelli á 5. Liðið þroskaðist mikið í grillinu í fyrra eða hvað? Já, þú veist, það má alveg segja það sko, það er náttúrulega bara að verður til liðsheild og á góðu tímabili og við náum góðum árangri í bikarnum líka, spilum góða leiki þar og svo svona förum við í gegnum kannski einhverja smá breytingar í sumar en já, þú talar um að við þroskaðumst mikið sko, við spilum náttúrulega mjög fá að jafna leiki í fyrra. Þetta er svona, það sem að rennir kannski pínu blind í sjón með núna en ég held að við séum samt bara að klára að takast á þetta. Já, vegna þess að væntingarnar voru nú svona kannski meiri heldur en uppskeran varð voru 23. Kannski þessum sem ég á að vera þroska að þið séu komni kannski lengra heldur en þið voru fyrir 2 ára síðan. Já, ég held að það sé alveg klárt. Það er búin að gerast hellingur á þessum 2 árum og tímabilið fyrir 2 árum þegar við vorum upp í síðast. Þú veist, við lærðum helling þar og það er ákveðin kjarna leikmanni sem var þar og er enn í dag og svo náttúrulega tökum við þetta tímabilið fyrra og já, það má alveg segja það og það er rétt hjá þér. Og en svona það eru alltaf einhverja breytingar, þið missið Tinnu til dæmis og eru eitthvað svona fleiri stóra breytingar? Nei, þetta er kannski staðista breytingin auðvitað að missa Tinnu út og það mun svona taka aðeins tíma að aðlaga okkur að því. Við fáum inn Söru frá Vestmannaeyjum, hún kemur til okkar. Við höfum ekki haft neina örfenda í horninu en á móti kemur að missum við örfendu skiptun okkar en við þurfum bara að leysa það. Þannig að það er svona bara heilt yfir bjartsýni, nú er kvennaliðið kannski svona flaggskip Selfoss handknattleiksdeildar í efstu deild? Já, bara eina liðið í bæjarfélaginu sem er í efstu deild í sinni grein. Við bara nálgumst þetta þannig að við ætlum bara, þú veist, við erum bara með okkar markmið og svo svona eins og staðan er núna, við þurfum bara að vera betri með hverju leiknum og við þurfum að venjast í að byrja að spila jafna leiki í hverju viku og svona vonandi verður bara tíminn með okkur og við verðum betri með hverju leiknum.